Já, komið sæl. Það var hlýtt á landinu í dag og sérstaklega austanlands og hitinn á Egilsstaðaflugvelli hann náði upp í tæpa 21 gráðu. En þetta fer nú að breytast því að við sjáum hérna lægð sem er fyrir austanland og er á leiðinni til okkar og hún kemur til með að fara að snúa vindinum til norðlægrar áttar og þá kemur nú til með að lækka hittastigið og auk þess verður úrkoma viðloðandi bæði norðan og austanvert landið í næstu daga svona þegar hún verður farin að hafa áhrif. En ef við lítum á hittasviðið að þá erum við í hlýjum loftmassa en þegar að þessi lægð kemur upp á landinu og fer að snúa vindinum til norðlægrar áttar að þá fer að kólna sérstaklega hérna landið norðanvert og við sjáum hérna þennan bláa lit leggjast hérna yfir norðanvert landið og því eru svona nokkuð svali dagar framundan sérstaklega landið norðanvert. En morgundagurinn ætti nú að verða þokkalega fínn á landinu, það vindur svona fer að snúast til norðlægrar áttar á morgun en lægðin er að nálgast landið og við sjáum hérna það nú sést nú undir ekki enn á þessu korti en úrkomubelti farið að nálgast og annað kvöld að þá fer nú væntanlega að rigna hérna við austurströndina. En annars verður nú mestu þurrt á landinu og það verður svona þungbúið sérstaklega landið norðanvert og einhverja smá skúrir en á Vesturlandi ætti nú að sjást eitthvað til sólar og það ætti líka að vera hlýjast og hitatölurnar gætu alveg svona farið upp í 18 gráður. En síðan á sunnundeginum að þá verður þessi skil frá þessari lægð komin hérna inn á austanvert landið og sunnudagurinn býður þá upp á rigningu austanlands og svona strekkingsvind norðanáttin hún svona bætir talsvert í hana þannig að hún gæti orðið ansi stíf sums staðar og það líka farið að kólna hitatölurnar komin hérna niður í 5-6 gráður hérna fyrir norðan meðan að sunnanlands ætti nú að vera hlýrra og það gætu hitatölurnar svona farið í 2 tölur. En áfram á mánudeginum að þá verður nú ennþá þessi lægð að stjórna veðrinu hjá okkur. Það verður áfram rigning hérna landið norðaustanvert. Aftur á móti bæði í sunnan og vestan til verður svona farið að letta talsvert til og það ætti líka einnig að vera þurrt og hitatölurnar það svona ennþá svalt hérna sérstaklega á norðausturhorninu en annars eru hitatölurnar svona í kringum 10 stigin. Og á þriðjudeginum að þá verður nú þessi lægð að mestu úr sögunni eiminu en þá að þessari norðanátt hérna norðausturhorninu en það verður farið að létta til á bæði norður og austurlandi en við getum gert ráð fyrir að verður svona fremur skýi hérna á suðvesturhorninu en vindur verður svona hægur og því verður svona almennt í fínasta veður. Nú, ef að við skoðum hvað að gerast í kringum okkur að þá rigning hérna í Noregi sérstaklega við vesturströndina og einnig þungbúið á Bretlandseyjum lægðatra sem liggur þar yfir en annars létt yfir álfunni, það verður nú reyndar einhverjar skúraleiðingar á Balkanskaganum svona á stöku stað. Ítalía verður aftur á móti böður sól og þar hámarkshitanum í Rómsbáð 36 gráður. En ef við förum Atlantshafinu að þá sjáum við að það líka fínt veður bæði í Portúgal og Spáni og Frakklandi en það verður nú svona, má gera ráð fyrir einhverjum síðdegisskúrum víða og hvar og þó að það verður nú ekkit mjög miklar. En það verður nú svona fremur þungbúið á Kanaríeyjum á morgun, norðanáttin svona nokkuð ákveðin en og má búast við einhverju skúraleiðingum svona norðan til á eyjanum og hitatölurnar í kringum 20 til 25 gráður. Nú síðan ef við förum vestur hafa þá mjög óstöðugt loft hérna yfir austurströndina og því mjög víða þrumuveður og mikil úrkoma sem þeim fylgir en aftur á móti við vesturströndina hæðasvæði og þurrt og bjart. En hjá okkur á morgun það verður svona norðlæga átt hjá okkur skýjað landið norðanvert og austanvert en einhverja sólarglennir hérna suðvestan til. Segjum þetta gott að vera í kvöld. Verið sæl.